Sigurjón Árnason, bankastjóri Landsbankans, segir að vestræn ríki hafi brugðist Íslendingum og það sé eina ástæðan þess að staða íslensku bankana er eins slæm og raun ber vitni. Sigurjón verður gestur okkar eftir augnablik. En við byrjum á Sigurjóni Árnasyni sem er sestur hjá Jóhönnu. Sigurjón, velkomin. Já, takk fyrir. Flestir töldu eða kannski vonuðu að Landsbanki væri það sterkur að hann kæmist í gegnum þessar raunir sem að dynja hérna yfir í dag og bara í bara á markaðnum út í heimi. Hvað gerði útslagið í þessum örlögum Landsbankans? Hvað gerði útslagið því að ríkið þurfti að taka yfir rekstur þessa banka? Ég myndi segja að það séu tveir hlutir, 2 til 3. Í fyrsta lagi þá er það 15. september, þá fellur Lehman í Bandaríkjunum. Einn af þessum stóru fjárfestingarbankum sem að enginn raunir trúði að myndi vera látin falla. Og við það að svona stór fjárfestingarbanki fellur, þá myndast mikill órói á markaði og mikil vantrú og það í rauninni kom glitni í mjög erfiða stöðu sem olli því að þeir leituðu á náðir Seðlabankans og þá reyndu þeir að hjálpa til en þá kom það einhvern veginn svo skýrt í ljós hvað í rauninni bakland íslenska banka var veikt að þá tvöfölduðust í rauninni eða margfölduðust vandamál hinna íslensku bankana í okkar tilfelli auðvitað Landsbankans og á mjög skömmu tíma þá varð þá byrjuðu bara lánalínur að lokast á mjög miklu hraða og þannig bara á einni viku þá þurftum við að greiða út milljarða lausa við okkar minnkaði alveg ótrúlega hraða og síðan var það þannig komið að á föstudeginum síðastliðinn þá töldu við að við ættum rétt á láni frá Evrópska seðlabankanum. Það hefur lagt þar inn eignir upp á 2,4 milljarða evra og áttu von á því að geta fengið viðbótar lán út af þær eignir upp á 400 milljónir evra. Og vorum búin að undirbúa okkur fyrir það að það geti verið svona miklar úttektir í framhaldi af mjög neikvæðri umræðu helgina. En eftir lokum markaða þá fengum við þá tilkynningu að það var ekki fyrir hendi og rauninni fengum við uppalega tilkynningu að við ættum að borga tilbaka fyrir að endurmetið okkar eignir sem reyndar voru nú ekki verið heldur en bara íslensk ríkisskuldabréf. En af hverju voru ykkar eignir endurmetnar? Vegna þess að krónan hafði fallið svo hratt. Krónan var komin í frjálst fall nánast í þessari viku og var miklu rússíbana. Þannig að þeir einhvern veginn mistu trúna held ég á það. Við vorum með íslensk ríkisskuldabréf ásamt swapið það sem við umbreytti yfir í evrur og allt í einu bara einni svipstundu þá eftir að við lokum markaða þá er bara öllum forsendum breytt og við höfumstum því alla helgina að reyna að leysa úr þessum málum náðum ákveðnum árangri en ekki nægum því til viðbótið þetta þá voru aðrir aðilar í Bretlandi að gera líkt hið sama að mörgu leyti og þá gerist það að við öskum eftir stuðningi á Seðlabanka Íslands sem að ekki var hægt að verða við og ég skil það rauninni mjög vel að þeirra hálfu, það er ekki það að ég sé eitthvað sár út í þá, alls ekki vegna þess að þeir rauninni hafa ekki bara þann styrk sem til þarf til þess að geta staðið bak við Íslands bankakerfi, jafnvel þó þeir gjarna myndu vilja og því fór sem fór að En ertu sáttur um það að Kaupþing hafi fengið þessa fyrirgreiðslu frá Seðlabankanum en ekki þið? Já, auðvitað er þannig að hverju þykir sinn fugl fagur og ég áttum ekki alveg hvað gerðist þar en í mínum huga er það ekki aðalatrið, það er bara búið að gert og við bara gleyma því og líta á það sem búið að gert og vera ekki að ergjast yfir því. Ég er bara að vona að þetta hafi dugað Kaupþing til að komast yfir hjallan. Við hefum talið að ef við hefum fengið þetta þá hefum við kannski komist áfram. Er það, hefði bara svona ein fyrirgreiðsla frá Seðlabanka nægt ykkur að þínu mati? Já, það er þannig í bankastarfsemi þá skipulegum greiðsluflæði með ákveðnar forsendur og við vorum með mjög mikið laust fé en ekki akkurat þennan dag sem við þurftum að halda vegna þess að það var algjör breyting, forsendu breyting á því sem við vorum búin að miða við þarna á föstudegi eftir lokun markaða og það varst ekki tími til að leysa úr því með þann tímaramma sem okkur var gefinn við þessar ótrúlega erfiðu aðstæður sem eru í dag á fjármálamörkuðum og því fór þetta sem fór að við á mánudeginum þá gátum við staðið við allar okkar skuldbindingar en við sáum ekki fram á það að geta greitt greiðslur á þriðjudeginum
og því í rauninni leituðu við ásjár hjá ríkinu og samkvæmt þessum nýju lögum sem að menn hafa verið að vinna að og kláruðu svona almennt bara fyrir alla íslenska banka til þess að leyfa þeim að leita ásjár þegar þessar aðstæður verða og í rauninni björguðum Landsbankanum allavega því sem bjarga varð með þeim hætti. Og með þessu var hægt að tryggja rauninni allar innistæður Íslendinga og tryggja að það yrði áfram traust greiðslumiðlun innanlands og tryggja rauninni einhver skilningi íslenska Landsbanka en sá erlendi hann náttúrulega var fyrir miklu áfalli og það er búið að vera gríðarlegt tjón núna í undanförnum dögum í framhaldi þessu á erlendu vettvangi hvað okkar eignir varðar. Það var mikið verið talað Icesave í dag og ábyrgðir íslenska ríkisins hvað það varðar. Sko, bara til að byrja með, telurðu að ykkar eignir í rauninni nægi fyrir þessum innlánum í Bretlandi? Sko, Landsbankinn er náttúrulega banki sem á þessum degi sem þetta gerist með eignir vel yfir 4.000 milljarða. Og á þeim tímapunkti sem þetta gerist þá var án efa til yfirgnæfandi nóg af eignum til þess að dekka allar skuldbindingar. Landsbanki var langt frá því að vera gjaldþrota. Það sem Landsbanki lenti í því að verður henni lausafjárþrota en þegar þú verður lausafjárþrota sem banki þá gerast margir vondir hlutir og það verður mikið tjón í öllu bönkum sem verða fyrir því og þar með talið okkur. Ég vona því að það sé til töluvert upp í þessar skuldir en ég myndi nú ekki vera fullir af það akkurat þessar stigi málsins hvernig þetta mun þróast því að það er einfaldlega þannig núna að það verða mikið eignatjón að mörgu leyti út allt. Ég get nefnt bara sem dæmi að við áttum til dæmis inn í Evrópska seðlabankanum 2,4 milljarða evra og vorum með lán þar 2,4 milljarða evra samkvæmt þeirra mati á sínum tíma en við töldum að vera umtalsvert meira ef maður bara horfði út frá maður þarf að gera svona ekstra tryggingar til að kannski verið 2,6 í raunvirði núna lánin sem standa á móti því eru kannski 2 ég gerir ráð fyrir því að þeir bara að óbreyttu og þá taka þeir bara þessar eignir og allt í einu og svipstundu tapast miklu fjármunum. Þannig að mögulega gæti íslenska ríki setið uppi með eitthvað af smábærðum? Ég myndi nú ekki halda það. Ég myndi halda það að þetta sé samningsatriði og hvernig menn leysa úr þessu. Það er þannig að Bretar eru mjög óvarlegt kerfi hvað þessi mál varðar. Alls staðar í Evrópu þá er það þannig að ef þú ert með dótturfélag þá getur þú látið peninga færast á milli landa með eðlilegum hætti. En það var nú hugsunin svo held ég að bak við Evrópusambandið og átti að vera fjórfrelsi. Það átti að vera frelsi vöru, þjónustu, fólk og fjármagn en raunni hönnuðu Bretar kerfið sér þannig að ef þú ert í dótturfélagi þá fær fjármagn ekki að flæða eðlilega á milli landa. Af þeim sökum eru mjög margir erlendi bankar einmitt með sömu hönnun og við því þannig fær fjármagn að flæða með eðlilegum hætti og það er þannig sem þarf að vera til þess að banki sé sem auðveldast raun að reka banka. En hvarlaði aldrei að hvort það væri í raun skynsamlegt að fara út í þessi innlánastarfsemi í Bretlandi í ljósi þess að ef illa færi sæti ríkið mjög upp með ykkur ábyrgðir? Það er þannig að á sínu tíma 2006 þegar íslenski bankar lenda í svona sem mönnum fannst þá vera töluvert miklu vandræði en í dag greinilega eru ekki neitt með það sem við erum að sjá í heiminum í dag þá var eina leiðin út af því fyrir íslenska bankar til lengri tíma séð var það að byggja upp innlánastarfsemi erlendu vettvangi. Við gerðum það og Kaupþing gerði það. Því miður náðu Glitnir ekki að byrja nógu snemma því að líklega ef þeir hefðu náðu að byrja líka þá hefðu kannski allir komist í gegnum þetta. En Þú ert að segja ef þið hefðu byggt meira og Glitnir hefði verið komið lengri því svipa langt og kannski Landsbankinn og Kaupþingur eru komin í að stofna til svona innlánsreikninga erlendis. Þá myndi ég segja það að líkurnar því íslenska bankakerfið komist í gegnum þetta hefði verið verulega miklu meiri. En hvort þetta væri útibúið eða dótturfélagi held áfram með það sem varst að spyrja þá er það þannig að við erum búin að vera að reyna að koma þessu fyrir inn í dótturfélagi núna allt þetta ár, alveg frá því mars. En því miður voru þeir aðilar sem vorum að semja við í Bretlandi mjög svona, í mínum huga allavega, ekki mjög liðlegir við það að reyna að koma þessu fyrir með þeim hætti og
við hreinlega bara náðum ekki samningum það hvernig var hægt að gera þetta, þannig ásættanlegt væri fyrir báða aðila. Til þess að þetta væri hægt að koma sér í dótturfélag, þá þurfti auðvitað að gera ákveðna hluti og til þess að myndi ganga upp séð út frá Landsbankans sjónarhorni, þá þurfti að vera hægt að gera þetta í ákveðnum þrepum og skrefum til þess að aðrir lánasamningar Landsbankans myndi ekki rakna upp. Og þetta náðist ekki samkomulag því miður, ekki fyrr en að við náðum ákveðnu samkomulag þegar að þessi vandamál voru komin upp síðastliðna helgi, að þá kannski sáu menn að sér og voru tilbúin til að leyfa okkur að gera ákveðna hluti sem að allavega símleiðis var okkur sagt það, sem síðan gafst raun ekki tími til að klára, en menn kannski voru bara seinir til þess að leyfa okkur að gera með þeim hætti sem við töldum við þyrftum að gera þetta. Fólk er að velta því fyrir sér, hvernig gat þetta gerst? Hvernig gat þetta gerst að svona færi fyrir þessum stóru, burðugu íslensku bönkum? Svona fókusinn hefur verið á til að mynda ykkur sem hefur stýrt þessar útráðsbankana og þið hefur verið gagnrýndir fyrir það að hafa farið allt og hratt, þið hefur verið of áhættusæknir, þið hefur farið allt og þið hefur reist ykkur í rauninni hurðarásum öxl í lántökum erlendis og skammtað ykkur ofurlaun. Hvað segir þessa gagnrýni á ykkur? Já, það auðvitað hægt að horfa á þetta með ýmsum gleraugum, en ég held að kjarni málsins sé sá að annarkvort fóru við og hratt eða baklandið of hægt og svo geta menn deiltu það hverjum er að kenna, en það held ég sé kannski aðalatriðið að vera ekki að horfa það hverjum að vera að benda hver á annan. Staðreyndin var einfaldlega sú að það er mjög erfitt að reka stórt bankakerfi nema með sterkt bakland og því miður þá fekk baklandið okkar ekki þann alþjóðlega stuðning sem þörf var á til þess að geta staðið á bak við bankakerfið sitt. Og það er þess vegna sem ég sagði og hef sagt og ég heyrði að var haft eftir mér í upphafi þessa fundur okkar hér, að í mínum huga þá í rauninni brugðust þær vinaþjóðir sem við höfum litið á að væri okkar helstu vinaþjóðir, brugðust okkur rauninni svona á ögur stundu. Ég er alveg sannfærður það að Seðlabankinn og ríkisstjórnin hefur unnið ötullega því að útvega fyrirgreiðslu til þess að geta styrkt gjaldeyrisvarasjóðinn til að geta sýnt styrkinn. Þannig að þið við Seðlabankinn raunin ekki að brugðist því hlutverki sínu að tryggja nægt lausafé á markaði? Ég held að hann hafi ekki brugðist skilningi. Ég held í rauninni að hann hafi mætt álíka miklu mótlæti og við íslensku bankarnir höfum mátt þola á undanförnum mánuðum árum og ég held að það sé ekki við hann að sakast í þessu. Það er held ég freka við það að sakast að menn gerðu sér ekki grein fyrir því hvaða afleiðingar geti haft en menn var ekki tilbúin til þess að bakka upp íslenska Seðlabanka til þess að hann geti staðið bak við sína banka. En erum við ekki að reisa þetta kerfi þá á sandi í ljósi þess að eins og bent hefur verið á, bankarnir voru alltaf stóri fyrir ríkið, það var alveg ljóst að ríkið hefði aldrei geta tekið á þessu ábyrgðir fyrir allar skuldbindingar íslensku bankana ef að við þyrftum að treysta þennan stuðning sem við í rauninni gátum í sjálfu sér ekki treysta á svona fyrirfram. Já, svona við allar normal aðstæður og það er náttúrulega ekki normal aðstæður í heiminum í dag. Í allar normal aðstæður þá er svona bakstuðningur Seðlabanka ekki verið að reyna mikið á hann bara og almennt séð ekki. En það geysir náttúrulega í heiminum í dag bara óveður. Sko kapitalismin næstu því að falla sko. Það eru aðstæður í heiminum eru ótrúlegar. Við tökum bara Bandaríkin sem dæmi, þá eru báðir stjóru fasteignasjóðirnir, Freddie Mac og Fannie Mae, fallnir, stærsta tryggingafélagið AEG, fallið, þriðji stærsti bankinn, Vacoja, fallinn, Washington Mutual einn af þessum, ég held að þessi sjötti stærsti, fallinn, og svo tugir minni banka sem enginn þekkir, fallnir, horfum á breska markaðinn, þá í dag þurfti breska ríkið að setja eigið fyrir alla stóru bankana, Halifax Bank og Skotland, nýbúið þurfa að bjarga honum, Bradford og Bingley, fallinn, Alliance og Leicester, fallinn, Northern Rock, það þekkja hann til það. Ég get haldið áfram endalaust. En við veltum samt fyrir okkur þessum vexti og Seðlabankastjóri gagnrýndi það meðal hér í gær og sagðist að vara við því og varaði ykkur meðal við því að þið væruð í rauninni að reisa ykkur hurðarásum öxl miðað við í sjálfu sér hvað hagkerfið hér væri lítið. Að þessi vöxtur í rauninni átti sér ekki innistæði, það var bara í rauninni byggður á sandi miðað við það hvaðan hann kemur. Að þið hefðu þurft
já, hvað ég segja, hægja á ykkur og átt ykkur á því að þetta stæðist ekki? Já, ég held nú að það sé þannig að bankakerfi hafi nú verið orðið þetta stórt áður en að umræddur aðili var orðið seðlabankastjóri. Þannig að... En hann var hér forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins. Já, ég man ekki eftir þeim ábendingum á þeim tímapunkti. En aðalatriðið er nú held ég þetta að... En spurningin, hefðu þið ekki átt að taka mið af því í hvaða umhverfi þið voruð að stækka? Jú, það má kannski færa rök fyrir því, en við vorum náttúrulega bara að byggja upp stærstu atvinnugrein bara sem var orðið hjá þjóðinni og ævintýralega stór, skilaði miklum tekjum og var mjög til hagsbóta fyrir þjóðlífið. Hins vegar er það þannig að við lendum bara í einhverju fárviðri þar sem að bara bankar falla út um allt og þegar á reynir þá eru þessi evrópsku seðlabankar, evrópski seðlabankinn, breski seðlabankinn, bandaríski seðlabankinn, þeir aðilega sem að fyrirfram hefðu nú talið að myndi telja eðlilegt að hjálpa til á allra verstu tímunum, kom ekki til hjálpar. Bandaríski seðlabanki sem dæmi hafa hjálpað öllum skandinavísku þjóðum en ekki Íslendingum og því er greinilega svo komið að núna er talað um það að seðlabankinn sé farin að vinna með Rússum og það er kannski ekki það sem mennuð fyrirfram áttu von á en svona er málinu fyrir komið í dag. En spurningin er líka hvaða hlutverki krónan spilar í öllu saman? Já, það er auðvitað þannig að til þess að ná að verja bankakerfi í dag við þessar aðstæður sem geisa á mörkuð þar sem að vantraust á milli aðila er eiginlega bara nánast fullkomið og bankar vilja ekki lána hver öðrum og þá þurfa menn að lausa fyrir stuðningi að halda frá seðlabönkum. Þá er það í rauninni bara seðlabankar sem geta í rauninni bara prentað seðlana eða svo orðið komast. Það er að segja, eru með sína eigin mynt sem geta staðið almennilega við bakið á bönkurum sínum. Það er að segja, ef eigin myntin er nógu stór og þess vegna er það eru breski seðlabankinn sem getur staðið bak við sína menn og er að gera það en þó hefur nú kannski ekki gengið alveg of vel hjá þeim. Það er bandaríski og það er svo evrópski. En þrátt fyrir þetta hafa nú orðið vandamál þar. Og svo er það aðilar sem eins og Rússar og vandalega Arabar líka sem eiga bara stóra gjaldeyrisforða vegna þess að þeir eru búin að selja mikið olíu og safna miklum hagnað. En ertu að segja það að við með svona smáa mynt, við getum í sjálfu sér ekki byggt upp svona kerfi aftur ef við ætlum okkur að gera það í þessum, bara út frá þessari reynslu okkar með þessa mynt í dag? Já, það er klárt að til þess að geta verið með stórt bankakerfi þá er mikilvægt að vera með sterkan bakhjarl að baki sem er þannig að hann sé það stór að það þori enginn að ráðast á þig og það er akkurat hefur verið vandamál okkar íslensku bankana að það er einhvern veginn menn hafa þorað að fara í okkur og reyna að gera okkur lífið leitt og vera okkur þrándir í götu. En ertu að segja okkur að krónan henti okkur ekki í dag, að við þurfum að taka upp nýja mynt ef við ætlum að fara út í svona útrás aftur og til að mynda byggja upp ykkur bankastarfsemi eða það verður eitthvað möguleika því í framtíðinni? Já, það er þannig að ef við myndum ætla að endurtaka leikinn þá væri vantilega æskilegt að gera það en akkurat í dag með það sem þegar hefur gerst þá myndi ég nú segja að það sé klárt að það sé skynsamlegast að vera með íslenska krónu. En það hefði kannski átt að þá skipta mynt, ég skal ekki segja 2005 eða eitthvað svoleið en í dag, 2008, eftir það sem þegar hefur gerst, þá myndi ég segja að það sé rétt ákvörðun um íslenska krónu. Þó að þú spurt mig kannski fyrir 2-3 ára síðan, þá hefði ég sagt annað. En aðalatriðið er það að við erum bara komin þennan stað í dag og þá verðum við að spila úr þeirri stöðu og auðvitað er það þannig að við erum í mörguleiti sterkri stöðu þó að við séum ekki með sterkt bankakerfi eins og við vorum með. Við erum náttúrulega með mjög miklar auðlindir og ég vona það að menn sjáu nú það verðmætinu því að fara þá að nýta núna orkuauðlindirnar og koma þeim í verð. Það hefur svona verið ákveðin tregða hefur mér fundist á Íslandi að nýta þessar auðlindir en núna er nú aldrei tækifæri til þess. En hvað sér þið varðandi framtíðina vegna þess að Geir segir þegar ríkið verður sest verið miklu sterkar en áður er þetta að halda því fram? Já, það er nú alveg klárt að það er mikið ryk í loftinu í augnablikinu, það er rétt hjá honum. Við eigum alveg að geta verið sterkt ef við spilum rétt úr spilunum.
Með það sjá það allir að greiðslumiðlunin hér innanlands, hún alveg mjög starfhæf. Jafnvel þó að þetta hafi gerst. Þú getur farið að nota kreditkortið þitt, debitkortið þitt og gengin í banka tekið út og lagt inn og þetta virkar algjörlega. Og ríkið búið að tryggja innistæðuna þannig að þetta á alltaf verið öruggt. Hins vegar þannig að greiðslumiðlun gagnvart útlöndum í ákveðnum svona erfiðleikum í framhaldi af þessu og það rauninni í mínum huga hlutverk Seðlabankans og ég held að hann þegar kom fram í fréttum að hjálpa til við það að liðka fyrir því aftur en það mjög mikilvægt fyrir atvinnulífið að það sé hægt að standa skil á greiðslum og fá greiðslu tilbaka hvað inn- og útflutning varðar og ég alveg handviss það að Seðlabankinn mun alveg geta sinnt í hlutverki mjög vel og við erum að treysta honum fyrir því. En því ég var að spyrja ábyrgðina áðan og það væntanlegt að benda á marga aðila sem hafa komið þessar atburðarás allir saman. Og það eru margir sem eru út í þjóðfélaginu í dag sem segja sko, sjáu þið hvernig fyrir okkur komið. Þessir menn bera ábyrgð á þessu ástandi eins og það og þeir hafa þegið gríðarleg laun fyrir þetta og samt sem áður erum við komin í þetta far. Ykkar ábyrgð ekki stór? Hvernig svarar þessu fólki sem gagnrýnir ykkur með þessum hætti í dag og svo til að mynda Davíð Oddsson seðlabankastjóri sagði hér í gær og kallaði ykkur bara óreiðumenn? Ég held að þetta sé nú ekki sanngjarnt sko að kalla okkur óreiðumenn. Ég held að það sé ekki rétt að vera að benda á ákveðna aðila og segja þetta sem þessum að kenna eða öðrum að kenna. En ykkur ábyrgð ekki stór sem að stjórnu í rauninni förðinni? Ég held að... Og þáðu fyrir það eins og margir hafa bent á ofurlaun? Já, það sem við vorum að gera, við náðum að byggja upp mjög stórt og öflugt bankakerfi sem skilaði gríðarlegum tekjum inn í þjóðarbúið. Síðan lendum við bara í því að það verður bara fárviðri á fjármálamörkuðum þar sem að frægustu og bestu nöfnin byrja að falla og við bara lendum inn í hvirfilbylinu miðjum og með veikt bakland sem hafði ekki fylgt okkur eftir á nokkurn hátt og náum ekki að standast það. Það staðreynd málsins. Þannig þið fóruð ekki á gest að þínu mati? Nei, ég held og bratt í lántökur? Ég held að þetta sé skilgrungatriði hvort að sumir fóru á hægt eða aðrir á gest og í mínum huga eigum við ekki verið að velta okkur upp á því heldur horfa fram á veginn og gera okkur grein fyrir því hvernig við spilum úr stöðun núna. En varðandi það sem að gerast á heimsmarkaði, þá myndi ég vel að segja sko að það sem að gerast í heiminum það að menn eru búin að leyfa ákveðna hluti sem brjóta gegn öllum prinsipum. Kapitalisma. Það búin að leyfa það að þú getur keypt varnir á eitthvað sem ekki til, eins og því svo kallar 5 ára skuldabréfa, CTS, það er skuldatryggingarálag fyrir íslenska banka til 5 ára. Það það sem mest verslað með, en það engin 5 ára skuldabréf til. En þetta fólk að versla með út í heimi og síðan hafa menn hagað því að reyna að koma okkur á kné og það reyna búið til eitthvað kerfi sem þannig að menn geta keypt sér fyrir tryggingar fyrir einhverju sem þarf ekki að tryggja og svo að menn hagað því að reyna að koma viðkomandi á kné. Það þarf að endurskoða þetta kerfi frá aðtöku. Já, þetta álíka gáfulegt eins og það var hægt að ég hefði rétt á að selja líftryggingar á þig til þriðja aðila, svo myndi ég selja svona 1000 manns líftryggingar á þig og þá hafa 1000 manns hagað því að það kom eitthvað fyrir þig. Og þá þurfa þessir 1000 manns að byrja bara að dreifa út vondum sögum með þig og reyna að koma þannig fyrir að einhver ráðist á þig og valdi þér skaða og þá græða þessi 1000 aðilar. Þetta algjörlega óeðlilegt kerfi sem búið að búa til og mjög skaðlegt. Sigurjón, tíminn löngu búinn. Ég verð bara að spyrja þig varðandi vextina. Mikill þrýstingur á Seðlabankann að lækka vextina. Já. Ertu sammála því? Við þessar aðstæður sem ég í dag þá myndi ég lækka vexti. Hve mikið? Ég myndi lækka 6-7%, að minnsta kosti 5. Prósentustig? Já, prósentustig. Ég myndi gera ráð fyrir því að þetta lækka vexti niður fyrir 10%. Sigurjón, kærar þakkir fyrir komuna. Takk fyrir.